ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Chelsea á toppnum í ensku úrvalsdeildinni og það heyrir hérna undir Bluest the Collar og við spilum það náttúrulega sjálfsögðu eftir þetta viðtal og línunni kominn Guðni Reynir Þorbjörnsson, Chelsea aðdáandi. Komdu heill og sæll félagi. Herðu, það nú heldur betur mikið uppi hjá ykkur sumir hlutir eða ekki þessa dagana að vera á toppnum. Jú, það bara allt að ganga upp. Já, nákvæmlega. Og engin Mourinho? Nei, hann bara annars staðar í öðru verkefni og virðist ekkert vera hérna ganga nógu vel í því. Svona, kannski byrjað Mourinho umræðu. Þú varst væntanlega það ekki spenntur þegar hann kom aftur á brúnaði það ekki? Jú, ég misti mig gjörsamlega. Og það skilaði nú sínu árangri samt á fyrst tímabilinu. Já, hann vann hann að delta meistaratitilinn og varð ensku meistari hérna og þannig að jú, það skilaði hann alltaf sínu sko. Já. En í fyrra þá áttu svolítið erfitt og kannski bara léttir í dag að hann sé ekki við brúna eða? Ég þetta svo mikill Mourinho, ég sakna þess alltaf en hann bara misti þetta gjörsamlega síðast. Þetta dæmi náttúrulega með Evu, læknir og svona, þetta fór bara, ég var þetta brjálaður þegar hann var rekinn en ég menna, life goes on. Nákvæmlega. En þið eru á toppnum þessa dagana. Hvað það sem að, við Chelsea-liðið í dag sem að að skila svona góðum árangri? Já, það náttúrulega bara gríðarlega sjálfstraust í síðustu leikjum og þeir eru að halda hreinu, það eru markatöluna 17-0 núna bara í síðustu leikjum, hafa ekki fengið á sig mark síðan í september og þeir fara náttúrulega bara inn í þetta vita að þeir geta unnið allt og alla. Náttúrulega tóku bara Everton United daginn og gjörsamlega bara völduð yfir þetta og já, þetta sjálfstraust og þetta bara smella sko. Já, nákvæmlega. En svona með við fyrir tímabili þá vissum maður ekkert hvernig Chelsea myndi koma. Þetta byrjaði nú ekki vel. Já, svona það byrjaði þokkalega unnu hann að fyrstu 3 eða eitthvað svona en svo náttúrulega hann klikkaði aðeins hann á móti Liverpool og Arsenal og var ekki alveg að virka en svo bara breytti hann taktík og breytti aðeins til og þá bara small þetta. En bjarsinn. En aðeins að þér sjálfum áður við tölum tímabilið sem nú eru 12 umferðir búnar hvernig stendur á því að þú haldir með Chelsea til þess að byrja með? Það var nú bara, ég fikk hérna ég var 7 ára gamall, það fikk nú bara Chelsea derhú mestar út gúlið, það var nú ekkert flóknar en það sko. Já það þurfti bara það dugði til einmitt. Voru margir Chelsea aðdándur í kringu eða varst þú kannski einn á báti? Ég var svolítið einn á báti hana, þetta var ekkert mjög vinsælt, það voru ekkert margir að halda með sæl, það voru ekkert það merkilegir þá sko. Og hverju voru þá svona helstu stjörnunnar? Já, það voru náttúrulega Vialli og Sola að koma hana og þessi sem hann ítölsku kallar Di Matteo, Mark Hughes var að mæta hana. Já, gúlið þjálfar og svo náttúrulega, Svo bættist aðeins fleiri svona Chelsea aðdáendur í hópinn svona í kringum mann svona. Fór að kynna einhverjum fyrir liðinu, sko. Já. Þú smitaði þetta væntanlega þá út frá þér. Þú ert það ekki frá Grímsnesi og þar nú ekki stór hópur í grunnskólanefndum? Nei, það svona í minna laginu allavega. Þetta, við vorum orðin hann 4-5 í skólanum hann, í grunnskólanum í gamla daga. Við heldum orðin með þeim, sko, þannig að það var stór prósent af þá þegar það var komið í sögu, sko. Og það hefur kannski hjálpað til á þessum tíma, svo kemur Eiður Smári Guðjónsson í liðið. Já, það skemmti ekkert fyrir, það var náttúrulega bara frábær tími líka, af því að hún gekk vel hann og konnektaði náttúrulega mjög vel við Hasselbank og þetta var bara, það gerði mikið. Þetta komið margir aðrir íslenskir aðdáendur einn þá líka, sko. En hvernig með svona stöðuna í dag? Þið eru á toppnum en heldur að þið geta haldið út í 38 umferðir?
Maður er náttúrulega gæla við það er náttúrulega engin Evrópukeppni en eitt að fælast fyrir okkur núna, þannig að við erum að geta fókusa alveg á deildina ef við höldum öllum okkar mönnum heilum. Þetta er náttúrulega mest menn sem að hafa unni deildina áður, þannig að þeir vita svo sem hvað þetta er, þannig að já, maður verður bara að vera björnsýn. Þið eru náttúrulega með auðkynningin Roman Abramovich og getur hann ekki bara keypt hvaða leikmann sem hann vill? Ekki alveg, ég væri hann ekki þá búinn að reyna að fá Messi eða Ronaldo. Ef hann getur tekið hvert sem hann vil. En heldur að verði einhverja breytingar í janúarmarkanum hjá okkur? Nei, það er nú alveg hvað þeir verða óþólum að vilja fara þessi sem að fá að geta spila eins og Fabregas eða Óskar eða Ivanovic eða eitthvað svona, en ég var nú ekki vonað einhverju miklum rótringum í janúar, sko. Spáði því að vera með Fabregas og bekknum? Já, það er svolítið hann að magnað að hann sé bara á bekknum og komist ekki til liði, sko. Það er bara, ég meina það er ekki tært að taka hann inn á liðin eins og það spilar í dag. Nei, en Chelsea-liðið hefur alltaf getað stilt þannig séðilega 2 11 manna liðum þessum sem getur spilað í úrvalsdeildinni frá því að rússneski kallinn keypti liðið. Já, þeir hafa verið með ansi marga leikmenn á launaskrá og ansi margir sem eru lánaðar út líka alveg til hinn og þessara félaga, sko. Hvað ég minnir að þessu, ég fór nú ekki alveg að fullera hvort það séu 33 leikmenn eða eitthvað á láni. Vítt og breytt. Já, en hvernig svona, ef við förum aftur hjá þér sjálfum, hefur þú oft farið á Chelsea-leiki? Já, ég hef nú alveg, það er nú komin einhverju, nú er 21 skipti held ég eða eitthvað svoleiðis í kring og það. Já. 21 eitthvað. Já, kannski við byrja bara á versta leik sem að þú upplifað. Versta? Já. Þetta sé ekki Chelsea vikan 2008, hann fór 1-1 og helvitiðan Heskey, hann jafnaði uppbótartíma. Þar með var titillinn farinn það sísonið. Já, þannig að þú mættir til þess að horfa á lyftatitillinn? Já, svona bara til að geta meira allugu, sko, titillinum, en fyrst er ekki þannleika, þá fór það. En hvað stendur svona í topp 3? Það því nú ekkert að þylja upp 21 ferð. Þú ert búin að fara 21 ferði, hvað ertu gamall sér? 27 ára eða ekki? Jú, eitthvað í kringu það. Já, þannig að þú ert að... Jú, alltaf sé ekki topp 3, alltaf sé ekki Chelsea vikan 8-0 þegar fengur titilinn 2010. Allt tengist vikan? Já, Chelsea United 2006, 3-0, þá fengum við titilinn líka. Og svo var ég líka á Chelsea Arsenal hérna fyrir 3 árum 6-0. Já. Það var nú reynda bara skildið hut þetta, við vorum bara í London og ákveðum bara, kíkjum bara á leikinn. Ákveðum bara svona leikdeginum að tjekka og áfengum hennar 6-0 leik, þannig að það var ekki leiðilegt. Og þú væntanlega ekki þá í öllum þessum 21 ferðum þínum, væntanlega hitt eitthvað að leikmönnum jafnvel eða þjálfuru? Jú, leikmönnum og þjálfurum og læknum og hvað, bara svona almennu starfsfólki hana. Læknum, ertu þá að tala um hennar Sætu Evu eða? Já, ég fekk að hitta hana. Ó, jæja. Við erum kannski ekkert nánar út í það. En ég heyri á þér að þú vilt ábyggla að segja einhverja bransasögur að henni. Nei, þetta var nú ekkert, það var nú bara rétt svona hitt hana, sko. Já. En hvern var svona skemmtilegast að hitta? Er einhver leikmaður hérna í gennum tíðina sem er búin að vera svona skemmtilegur og gefa sér tíma í að spjalla og fleira eða? Sko, þetta er náttúrulega flestir þeirra hafa nú gefið sér bara góðan tíma í að spjalla og svona og leggja mikið metnað í það, eins og Terry eða Tjekk til dæmis, hann hefur nú lagt mikið upp í það og svona, Lampard og þessi kallar, en ég veit ekki, þetta er svo misjöfnum tímum sem að maður hefur sko hitt á þá? Já, þetta var náttúrulega mest spennandi í fyrstu ferðunum, sko. Þannig að það er svona, ég veit ekki, mér fannst magnað að sjá Hasselback hann einu sinni þegar ég var yngri, sko, þannig að ég veit ekki, þetta er náttúrulega eins og ég segi. Ég veit ekki hvernig ég ætti að velja þetta. Nákvæmlega. En svona í lokinni árunni slettir, nú er deildin þannig að Chelsea, Tottenham, Liverpool, Man City, Arsenal, Tottenham
og Manchester United. Eru þetta þessi 6 lið sem eru að fara að berjast að verða Englandsmeistarar eða hvernig sérðu þetta fyrir þér? Já, það byrja nú kannski henni, svo droppast nú eitthvað niður. Ég hef nú mest að trúa, þetta verður kannski Chelsea, Liverpool og City. Arsenal tekst einhvern veginn alltaf að klúra settir áramót, þannig að ég er ekki miklar áhyggjur af þeim. Tottenham reyndar verður hana. Þeir eru virkilega flottir. Já, þeir eru ekki ennþá búin að tapa leik. Eina liði í ensku úrvalsdeildinni sem er ekki búin að tapa leik. Kemur kannski öllum á óvart eða? Já, svona fannilega, en þeir voru flottir líka í fyrra, sko. Þetta nú kannski ekki að vera, þeir eru bara virkilega, þeir geta alveg haft byrjuð til þess að klára þetta líka, sko. Ef þú mætti velja hvaða leikmann sem er frá þú byrjaði að fylgjast með Chelsea og henda honum inn í liðið sitt þegar hann er upp á sitt besta, hvaða leikmann myndir þú velja núna? Erum maður ekki bara að taka Sola? Sola? Já, auðvitað. Já, það ekki. Og hvað ætlar að titla honum? Á bekkinu eða? Nei, ég hafa hann ekki bara, ég veit ekki, það kemst náttúrulega enginn í þetta lið í dag. Hann verður að vera bara ykkur staðar hann fyrir aftan Kosta. Það verður bara að setja Petra á bekkinu og færa Hazard eða eitthvað, ég veit það ekki. Nei, nákvæmlega, ég veit. Guðni Reynir Þórbjörnsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Það er verið að biðja Óskar Lón. Það er einn að senda mér hérna skilaboð að þú búir með Liverpool-konu. Getur það verið? Já, það passar. Já, er þá ekki mikil svona barátta á milli ykkar í sjónvarp? Hvaða leikur er í sjónvarpinu það? Nei, þetta sleppur allt til. Það er náttúrulega, hún kann bara stríma á eitthvað við sem, sko, þannig að þetta er ekkert flókið. Þannig að þú fær bara frí? Það er yfirleitt þessi bæði lið, aldrei mjög sjaldan að spila á sama tíma. Nei, nákvæmlega. Guðni Reynir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel. Takk sem leiðir. Bestu þakkir, blessaður.